Núbó greiðir $5 milljónir fyrir 60 ára leigu á Grímsstöðum á Fjöllum, 3 milljónum minna en upphaflega var áætlað. Við ætlum að segja ykkur frá því að fyrirtæki Hwang Nubo greiðir 5 milljónir bandaríkjadala eða 615 milljónir króna á núvirði fyrir 60 ára leigu á Grímsstöðum á Fjöllum samkvæmt samningsdrögum. Þetta er $3 milljónum minna en upphaflega var áætlað. Erla Hlynsdóttir tekur nú við. Í fréttum okkar í gær var fjallað óbirt drög samninga milli Sjónkún Grímsstaða, fyrirtækis Hwang Nubo og GÁF, einkahlutafélags sveitarfélaga á Norðurlandi. Þar kom fram að nýting vatns, auðlinda í jörðu og jarðvarma væri takmörkuð við rekstur ferðaþjónustunnar nema GÁF veitti heimild til undanþágu. Það er þá eingöngu til notkunar eða til eigin þarfa. Allt þetta er í raun og veru í samræmi við aðra samninga og þýðir ekki að við séum að afsala okkur réttindum sem slíkum því að sjálfsögðu verður greitt fyrir þetta afgjald. Til viðbótar þá er það þannig að allt sem að þarf að gera þarf ekki bara samþykki GÁF, heldur líka þess sem fer með skipulagsvaldi á svæðinu sem er sveitarfélag Norðþing. Í samningi leigu afnót kemur fram að Sjónkún Grímsstaðir greiðir leigu fyrir fyrstu 60 ár leigutímans fyrirfram í upphafi samningstíma. Heildar upphæð greiðslu eru 5 milljónir bandaríkjadala og verður greidd í íslenskum krónum með við besta fáanlega gengi þegar greiðsla fer fram. GÁF kaupir landið á 4 bændum og eru kaupverðið það sama, 5 milljónir bandaríkjadala og verður greitt í íslenskum krónum með við besta fáanlega gengi sem er áætlað 800 milljónir. Helmingur er greiddur við undirritun samnings og helmingur ári síðar í báðum tilvikum. Samkvæmt gengi dagsins í dag er heildar upphæðin raunar 615 milljónir. Bergur Elías vill ekki tjá sig þessar upphæðir. Nei, það vil ég ekki gera, en það eru þessir samningar ennþá í vinslu þó að þeir séu komnið nokkuð langt og ég tel ekki tímabært að tjá mig það sem stendur. Ráðherranefnd 4 ráðherra hefur nú til skoðunar hvort kaupin verða samþykkt. Fréttastofa leitaði eftir áliti þeirra á drögunum í dag en enginn vildi veita viðtal. Eins og staðan er í dag þá erum við bara að bíða eftir svörum frá ráðherranefndinni og ég hef ekki trú öðru en að það berist mjög fljótlega.